höldum okkur í næsta dagskrá sem atkvæðagreiðsla tillögu stjórnar breytingar á reglum Hamraborgarráðs dagsett 11.10.1992 þar sem kveðið á að íbúðareigendur komi í staðinn eigendur allra séreigna hluta, það bæði íbúðareigenda og eigenda verslunar- og skrifstofuhúsnæðis og að fulltrúar í ráðinu séu 14 í stað 13 og gegnir með því sama hlutverki og félag húseigenda fyrsta áfanga miðbær í Kópavogi stofnað 16. maí 1975. Það sem að gera hérna, svo ég seti þetta sem yfir á mannamál, að hingað til að þá höfum við einungis í Hamraborgarráðinu, það samsett af íbúðareigendum, en þarna komið fram tillaga það að Hamraborgarráðið sé víkkað og inn í það séu teknir fulltrúar verslunar- og atvinnureikenda í Hamraborginni sem eru þá í sömu húsum og við. Og þá lítur þannig á að þarna sé sameiginlega hagsmuni að ræða, einkum og sérstaklega gagnvart Kópavogsbæ. Nú ég vil gefa formanni stjórnar orðið og bið hann að fylgja þessum lið og það. Já, eins og hérna kemur fram í tillögunni að þá er verið að stíga skrefið til fulls eins og ég sagði í upphafi míns máls og það er verið að tala núna að eigendur verslunar- og skrifstofuhúsnæðis að þeir eru núna búin að mynda með sér eitt húsfélag sem gæti þeirra hagsmuna í bifreiðageymslunum. Menn mega ekki rugla því saman að Hamraborgarráðið gætir einungis hagsmuna allra séreignaraðila í Hamraborginni hvað varðar sameignina, þar sé garðinn og bílageymslurnar, annað ekki. Og Hamraborgarráð 2, húsfélag verslunar- og skrifstofuhúsnæðis, það félag er stofnað bara sérstaklega þeirra eignarhluta í bifreiðageymslunum og með þeim hætti að þeir eru núna boðaðir sem einstaklingar, séreignaraðilar að Hamraborginni að þessum 226 eignaraðilum. Og hérna kemur fram að húsfélagið, það heitir Hamraborgarráðið og er sambandsfélag 14 húsfélag, Hamraborgar 1438, jafnnúmer, og starfar samkvæmt lögum fjölbýlishús nr. 59/1976 eftir því sem við á. Hlutverk þess er að mynda samstöðu með eigendur séreignarhluta í félagi húseigenda fyrsta áfanga miðbær í Kópavogi sem stofnsett var 16. maí 1975. Jafnframt er hlutverk þess að gæta hagsmuna sameigna þeirra í samskipti við Kópavogskaupstað og fleiri samkvæmt þeim samningum sem byggingaraðilar fyrsta áfanga miðbær í Kópavogi gerði 27. september og 10. nóvember 1972, svo viðbótarsamningum 17. og 18. október 1974. Önnur grein. Hamraborgarráð tryggir sjálfstæði þeirra 14 húsfélag sem í húseignum 14-38 jafnnúmer og er óheimilt að hlutast til málefni þeirra. Þriðja grein. Hamraborgarráð skal að öðru leyti starfa samkvæmt 4. málsgrein 1. greinar reglugerðarinnar nr. 280/1976 og skuli eftirfarandi reglur samþykktar. Nr. 1. Hamraborgarráð skal starfa sem húsfélag samkvæmt lögum og reglugerðum fjölbýlishús nr. 59/1976 og skal atkvæðagreiðsla bifreiðageymslur og fleira miðast við fjölda séreigna. 2. Skal aðalfundir Hamraborgarráðsins haldið samkvæmt 6. grein reglugerðar laga nr. 59/1976
að koma hingað upp frekar en að kalla fram úr sal, það er þægilegt. Birgir Sigurðsson. Fundarstjóri, góðir félagar. Ég vil nú byrja á því að þakka stjórninni fyrir ákaflega vel unnin störf á árinu sem er að líða hjá okkur. Ég er nokkuð viss um það að ég hef eilítið kominn alveg félagsmálum að svona starf sem vorum búin að vera að vinna er ákaflega erfið og því miður í flestum tilfellum vanþakklátt. En ég vil þakka kærlega fyrir það. Mér finnst í sambandi við þessa tillögu þetta sé svo sjálfsagður hlutur að þessi verslunareigendur komi inn með okkur. Þeir eru jú einn hlutinn af Hamraborginni og mér finnst að við þurfum raunverulega ekki að vera að ræða þetta mikið lengur, við höfum að samþykkja þetta strax. Takk fyrir. Þetta var stuðþóla gott. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Fundarstjóri, góðir félagar, Tryggvi Þórðarson heiti ég og íbúð í Hamraborg 32. Ég er alveg sammála með Birki það að vera svona smá félagsvanur og þá held ég að þau vanþakklátustu störf sem maður getur unnið að það er að koma að stjórna félagi. Það að einhver skuli vilja leggja mannorð sitt að veði við það að starfa í viðamiklu félagi og þessu að það er til hrós. Ég kem hérna svona kannski með nokkrar athugasemdir. Mér finnst alveg sjálfsagt að verslunareigendur eigi líka fulltrúa í því sem verið að gera hérna í Hamraborgarráðum og Hamraborgin yfirleitt, því að það er náttúrulega þeirra hagsmunir jafnt og okkar hvað er verið að gera hérna inn í bílageymslunni. Ég er hérna með reglur sem eru dagsettar 27. apríl og svo aðalfundarboði sem var hérna og það bara að ég veit ekki hvort er rétt. Það stendur hérna í þessu að það er og gegnir því sama hlutverki og félag húseigenda fyrsta áfanga miðbær í Kópavogi stendur í fundarbúðinu en í reglunum sem eru hérna dreift að þá stendur hlutverk þess að mynda samstöðu með eigendum séreignarhluta og í næstu málsgrein gæta hagsmuna sameignar þeirra í samskiptum við Kópavogskaupstað. Þar kemur ekki fram að það eigi að vera að taka við þessu ráði. Það er vísað hérna í reglur Hamraborgarráðsins frá 11.10.1992. Því miður þá hefði ég þær ekki fyrir framan mig eða hef glutraðið niður einhver staðar á leiðin að ef að þar í þeim stendur að þau fari samkvæmt hvað stendur þetta? Fjórðu málsgrein fyrstu grein að reglugerðar nr. 280 frá 1976 að þá stendur það að 2/3 hluti atkvæðisbærra manna skuli samþykkja allar breytingar sem eru allar meiri háttar breytingar á reglum og sölu og þýðingu. Bara svona velta þessu upp hérna. Ég er sammála því að verslunareigendur og skrifstofuhúsnæðiseigendur komi inn í Hamraborgarráðið en ég vil leita mér betri upplýsingar það helst í því að Hamraborgarráðið taki við því hlutverki sem að þetta félag húseigenda er og hvað stendur í samningunum frá 27. september og 10. nóvember 1972 svo og viðbóta samningunum frá 17. og 18. október 1973. Það hljóta að vera þar einhverja skuldbindingar sem að lagðar eru á húseigendur. Það er náttúrulega skuldbindingar þar sem að lagðar eru á bæginni. En ég veit ekki hverjar það eru því ég sé þessa samningu. En ég styð það alveg heilsugur að verslunareigendur og skrifstofueigendur það að breyta kommusetning í lögum er að breyta lögum.
Þannig að burt sér frá því hvort að við erum að sammála því að það komi fleiri inn, að það er ekki málið. Þetta er breyting á reglum félagsins og ef að reglur félagsins kveða svo á að 2/3 hluti atkvæðisbærra manna þurfa að greiða því atkvæði, þá verðum við náttúrulega að fara eftir því. Takk. Svo að þið að taka allan aða og skýra þessi mál frekar, þá mun Björn Þór, lögmaður, taka til máls. Dómstjóri, ágætu fundarmenn. Það er vissulega áhrif hjá ræðumanni að huga vel að reglum og hvernig þurfa að standa að breytingum. Og það er þegar komið fram að Hamraborgarráðið gildi reglugerð reglugerð sem er sett á grundvelli laganna fjölbýlishús og þar er kveðið á að æðsta vald í málefnum félagsins að sjálfsögðu í höndum almenns fundar og nú er þetta aðalfundur og þar með leið almennu fundur og þar er kveðið svo á í þeirri reglugerð 1. grein að til ákvarðana verulegar breytingar á sameign eða sölu á verulegum hluta sameignar, svo og breytingar á samþykktum, þá er krafist 2/3 atkvæðisbærra manna. Almenna reglan er einfaldlega meirihluti á fundi og ég held nú að það sé nú í strangasta skilningi kannski rétt að leggja það til grundvallar hér, þó að vísu megi velta fyrir sig hvort að sérstaða þessa Hamraborgarráðs sé kannski slík að samþykktir þess falli ekki undir reglugerðina, þar sem það er ekki venjulegt húsfélag, heldur samansafn margra húsfélaga. Þá lítur nú svo á að til þess að fyllsta öryggis sé nú gætt að 2/3 samþykki þessa tilteknu breytingu á reglum Hamraborgarráðsins. Það er svona eðlilegra þegar að kannski ekki er augljóst hvað eigi vera, að halla sér af því sem að lengra gengur í því efni til þess að forðast á alla eftirmála. Þannig að ég mæli nú með þeirri skýringu þó að hitt megi svo sem verja að setja sér það stellingar. Fyrir okkur og við höldum áfram að ræða þennan lið, orðið laus, Björnsson. Fundarstjóri, góðir félagar. Vafalaust er það rétt að það er nauðsynlegt að búa okkur til einhverjar reglur. Ég satt að segja þekki ekki þær reglur sem að til eru frá 1972 og 75 nægjanlega vel til þess að geta úttalað við þær. Það eru vafalaust góðar á margur leyti en vafalaust þarf einhverja breytingar á þeim miðað við þjóðfélagið eins og það er í dag.
En samkvæmt því sem stendur hér í fundarboði þá stendur hér atkvæðagreiðsla eftirfarandi tillögu stjórnvalds. Fundurinn veitir Hamraborgarráðinu, 14 manna ráðinu, umboð til að veita stjórninni heimild til að stofna til minni háttar fjárskuldbindinga að því marki sem eðlilega mega teljast. Samkvæmt hlutverki hennar fyrir slíka útlegg. Mér finnst að við séum komið langt út til að ræða þetta. Ég held að þetta sé verið að biðja það stað að fundurinn veiti Hamraborgarráðinu heimild handa stjórninni til þess að fara út í minni háttar skuldbindingu, fjárskuldbindingu. Við erum ennþá í næsta leið undan þessu. Nú fyrirgefið, ég þá bara svona ruglaður í málunum. En þess að í öllu tilfelli þá sýnist mér það að við eigum að taka þessar menn inn af því að það alveg staðreynd að sameinaðisböndinu sundraði böndu við. En hittum reglurnar við þurfum að reynda að fá þær upp á blaði og þá náttúrulega reikna ég fastlega með því að stjórnin gefi þetta út á blaði handa okkur út af því ég verður að segja svo að ég þekki það ekki nægilega vel. Takk fyrir og fyrirgefið. Já, Þórhallur. Ég er kannski ekki nógu inn í þessu máli til þess að tala þessu fyrsti, en ég verður sig að veita athygli á því að þarna erum við að taka inn nýja aðila sem að hafa töluvert annarra hagsmuna gæta heldur við íbúðareigendur í félaginu. Það er verið að tala okkar miklu verkefni að gera við eða standa að á einhvern hátt með bænum að viðgerða bílastæðum sem er mjög dýrt verkefni eftir því sem er verið að tala um. Og það er verið að tala um að skipta kostnaðinni við þetta af einhverju leyti í hlutfalli við bílastæðareign. Og ef að það verður lagt til grundvallar, þá erum við hver einn sem húsegandi sem á bílastæði að taka þátt í kostnaðinum fyrir sitt bílastæði. En við erum með hvað 16 eða 17 verslanir þarna og þær eigi ekki samanlagt nema 11 bílastæði. Íbúarnir eiga 200 og 11 skilst mér, 200 eitthvað svoleiðis, 212 þetta ekki nákvæmlega. En verslanir eiga 11 bílastæði. Og ef að skipta kostnaðinum í hlutfalli við þetta, þá er þarna komið hagsmunum árekstur í máli. Mjög mikil. Þar fyrir utan, það er viðurkennt í þeim samningum sem hafa verið gerðir áður þetta, að við íbúðareigendur, við höfum kostað bílastæðin hver fyrir sig. Þau hafa verið borguð af okkur með íbúðarverðinu. En af hagkvæmnis ástæðum og sem er að mörgu leyti skiljanleg, þá þótti það rétt að það væri reynd að nýta þessi bílastæði sem best. Þannig að þegar að margir af okkar íbúðareigendur vinna kannski hér og þar á höfuðborgarsvæðinu, þá er bílinn ekki heima yfir daginn, en mikil trafík í Hamraborgina fyrir þá sem er að koma til að versla og gera viðskipti við verslanum sem hann er. Svo verður þess að í raun og veru að hafa verslanir miklu meiri not, margfald not af bílastæðum, miklu meiri heldur en við einstaklingar sumir eiga með að setja bíl á bílastæðum.
taka inn og ég veit ekki hvaða áhrif það getur haft á þá samninga sem við erum og stöndum í og þurfum að gera við bæinn þessa framkvæmd. Takk fyrir því. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Þórir Björnsson. Ég laka aðeins til að greiða hér misskilningi. Hamraborgarráðið, það gerir engan greinarmun á milli aðila sem að standa á bak við hvert bílastæði. Þetta eru 270 bílastæði sem eru í geymslunni og það er ekki hlutverk Hamraborgarráðsins að gera neitt greinarmun á milli þeirra. Hversu margir eignir aðila sem kunna að vera á bak við hvers bílastæði sem að tilheyra verslunar skrifstofuhúsnæðis, það kemur ekki Hamraborgarráðinu við. Það er hvorki stærra né minna heldur það ef að íbúð stæði á bak við þetta stæði og þess vegna megum við ekki blanda því saman á einn eða annan hátt hvað varðar eignarhluta. Og við verðum að hafa þetta alveg á hreinu. Það varðar þáttum út rekstur og viðhald og svo þjónustu í kringum fyrir stæði á öðrum grunni. Það kann að vera, en hvað varðar við flutningun á mannvirkinu og frágang á því, þá er hvert stæði alveg jafnhátt öðrum. Já, svo vel. Fundarstjóri, fundarmenn. Ég sé að lögfræðingurinn liggur svo vel við fætti hérna út á kaffi að ég get ekki stillt mig að koma hérna upp og spyrja neitt spurningar. Og kannski annara sem alls ekki sem að ég held að fundarstjóri verði að greiða út. Það er það, ég alls ekki klár á því hvort að verið að greiða atkvæðum breytingar á sem að eru hérna tilgreindar í fundarbúðinu eða hvort að reglurnar allar í heild sem að Þórir las upp á það, hvort að það eru reglurnar sem við erum að samþykkja eða hvort það er bara breytingi sem að stendur í fundarboðinu. Í reglunum sem að við fengum hérna við útvíðirnar að þá stendur í 3. grein 1. lið að atkvæðagreiðslan bifreiðageymslum og fleira miðast við fjölda séreigna. Í reglugerðinni nefndri frá 1976 að það stendur að það er að miða við fjölda og eignarhluta einnig. Þess að fjölda séreignarhluta og eignarhlutan líka. Það er að vita hvort að þetta stangaðist eitthvað á hjá lögfræðinum. Takk fyrir. Ég leiði mér nú að lýsa fyrir skoðunin að þetta sé nú að þróast með dálítið óheppilegum hætti umræðina hér. Það er ekki, þó ég hafi nú tekið undir það áðan að sjálfsagt síðan bara eftir reglum og gæta þeirra hverju sinni. Það á þannig ekki að vera markmið að gera það að aðalatriði. Á þess að ég ætla þó að bara skipta nokkuð af störfum fundarins. Fyrirspyrjandi bendi til mín spurningu og það lá í orðum hans að fundarboðið væri nú samið að mér. Það nú reyndar ekki svo og ekki mín framsetning þar og ég kannast við að hafa lesið það sjálfur sér yfir. Það er auðvitað ljóst að sé það svo að misræmi sé á milli texta þessa fundarboðs og þeirra reglna sem kveðið er á hvort sem það er í upphaflegum reglum Hamraborgarráðsins einn og sér
eða reglugerðinni samþykktir fyrir húsfélög þar sem hún á við og flestum tilvikum gildir hún, og það kom kannski ekki nægilega skýrt fram hjá mér áðan, að þessi tiltekna reglugerð sem vísað hefur verið til, hún gildir því aðeins að annað hafi ekki verið samþykkt. Það er að segja að aðrar samþykktir hafi ekki verið gerðar til húsfélög. Og ef við lítum á Hamraborgarráði sem eitt húsfélag, eins og reyndar kemur fram í reglum þess, þá að sjálfu sér eru tilteknar reglur settar þar. Við getum sagt að séu sér samþykktir fyrir Hamraborgarráði. En leið er vísað í þessum sér samþykktum Hamraborgarráðsins til þessarar almennu reglugerðar samþykktir fyrir húsfélög. Þannig að segja að sú reglugerð á við í flestum tilvikum. Og það sem að fundarboðið má vera óglögt einhverju marki og rekst á hvað sem að sér reglur Hamraborgarráðsins eða þessa reglugerð, þá gengur það augljóslega framar. Það má alveg vera augljóst. Það túlkun á viðhorfi lögmannsins. Eru fleiri sem að vilja tjá sig þennan lið? Ég vil gjarnan að við styttum umræðuna þannig að við getum farið að greiða atkvæði. Ef ekki eru fleiri, þá setjum við punktinn hér til þessa umræðu. Við erum hér með atkvæðaseðla. Og við munum nota þessa seðla og greiða atkvæði þessa tillögu undir lið 2 sem ég ætla að lesa upp. Atkvæðagreiðsla tillögu stjórnar breytingar á reglum HGR dagsett 11.10.92 þar sem kveðið er á íbúðareigendur komi í staðinn eigendur allra séreignarhluta. Fyrir þetta orð íbúðareigendur komi orðið setningin eigendur allra séreignarhluta. Það er bæði íbúðareigenda og eigenda verslunarhluta húsnæðis og að fulltrúar í ráðinu séu 14 til 13 í stað 13 áður og gegnir með því sama hlutverki og séra húseigenda 1. áfanga miðbæjar í Kópavogi stofnað 16. maí 1975. Við skulum nota aftasta miðan. Hann er því að grá, við viljum giska á það. Við rífum hann af. Þeir sem eru samþykkir, þeir setja já. Skila þessu síðan til þeirra sem að safna atkvæðaseðlum. Þeir sem eru á móti skilja nei. Ég vil byrja þá sem að á eitthvað sem að myndi telja atkvæði að koma. Þá er komin niðurstaða í þessari atkvæðagreiðslu. Það er samkvæmt sérfræðingum hér og mér á hægri hönd
93 sem fengu atkvæðisina og 10 sögðu nei, 71 já og 3 auðir. Ekki allt skila sér, en þetta er niðurstaðan. Þar með hefur þessi tillaga fengið tilskilin meirihluta og samþykkt. Við ætlum að gera hérna smá breyting á dagskrá. Hérna eru mættir fulltrúar frá bænum sem vildu gjarnan heyra þá umræðu sem fer fram undir liði 6. Þá ger ég þá breytingu að á undan 3. lið tökum við 7. lið á dagskrá, höldum að öðru leyti dagskrá breyting. Og þar með næst á dagskrá atkvæðagreiðsla um samningu við Kópavogskaupstað vegna sameignarinnar. Við gjarnan þessi mál. Fulltrúar frá bænum munu gjarnan vilja koma og taka til máls, hlýða á það sem við segja okkur. En ég gef Þórði Steingrímssyni orðið. Eins og þið vitið þá hafa verið viðræður á milli fulltrúa Kópavogskaupstaðar og svo fulltrúa Hamraborgarráðsins að reyna að koma á samkomulagi lúkningu og frágangi á bifreiðageymslum og rekstur þeirra. Og ég ætla bara að hefja lesturinn á samningnum, hann er mjög langur. En hann hljóðar svo samningur sem sagt drög dagsett 21. apríl 1993 undirritaðir Sigurður Geirdal bæjarstjóri Kópavogs fyrir þann bæjarstjórnar Kópavogskaupstaðar hér eftir K. Annars vegar og Þórði Steingrímsson formaður Hamraborgarráðsins fyrir þann Hamraborgarráðsins hér eftir K. Hins vegar. Hér með okkur eftirfarandi samning. Fyrsta greinin viðgerðir á bifreiðageymslum. 1.1. Kópavogskaupstað tekur að sér að lagfæra þak bifreiðageymslu Hamraborgar 14-38 meðal annars til að stöðva vatnsleka frá Geislagarði niður í bifreiðageymsluna. Nánar tiltekið er hér að ræða liði númer 5, 6, 7, 8 og 10 í sjálfari kostnaðaráætlun deildarstjóra Hörðunardeildar dagsett 25.9.1992. Þessi kostnaðaráætlun var lögð fram á fundi Hamraborgarráðsins 11. október á síðastliðnu ári og ég vænti þess að ykkur sé hún flestum kunnug. Þá er það liður 1.2. Kópavogskaupstaður tekur að sér nauðsynlegar viðgerðir á bifreiðageymslu Hamraborgar 14-38 innanhús, það er lið númer 1, 2, 3, 4, 9 og 11 í ofangreindri kostnaðaráætlun. Svo er 1.3. Gera þar nákvæmari áætlun viðgerðir og mun tekning til Kópavogs sjá það. Sá fyrirvari er gerður að við nánari athugun koma ef til milli ljós fleiri þætti sem nauðsynlegt er að gera við. Enn fremur er sá fyrirvari gerður að
fellur undir rekstur bifreiðastæðanna, samanber 4. lið í grein 3.2. Samkomulag að í stað núgildandi reglna fyrirkomulag afnota af bifreiðastæðum í fyrsta áfanga miðbæi Kópavogskaupstaðar og greiðslu kostnaðar vegna reksturs bifreiðastæðanna, samanber 1. grein samnings Kópavogs við Borgir SF, dagsett 18. október 1973 og 4. grein samninga Kópavogskaupstaðar við miðbæjarframkvæmdir SF og Ingibjörg Haraldsson HF, dagsett 17. október 1973 komi eftirfarandi reglur. Reglur fyrirkomulag afnota af bifreiðastæðum í fyrsta áfanga miðbæjar Kópavogskaupstaðar og greiðslu kostnaðar vegna reksturs bifreiðastæðanna. 1. liður. Afnota bifreiðastæðanna skuli vera samkvæmt skilmálum við úthlutun og byggingu húsanna og skuli stæði þau sem tilheyra þessum húsum vera til sameiginlegra nota og almennra nota. 2. Eigendur séreignarhluta annast eftirlit með bifreiðageymslunni með hjálp öryggiskerfi, samanber 3. grein 1. Með hliðsjón af þessu Kópavogskaupstaðar ekki skylt að hafa sérstakan eftirlitsmann í geymslunni, samanber eldri reglur. 3. Kópavogskaupstaðar annast rekstur bifreiðastæðanna að öllu öðru leyti og bera á hann fjárhagslega ábyrgð. 4. Til greiðslu reksturskostnaðar bifreiðastæðanna skal Hamraborgarráði greiða bæjarsjóði Kópavogs árlegt gjald sem skal miðað við að standa undir og svo kemur ákveðin stærð prósentu sem ekki búið að taka endilega ákvörðun af reksturkostnaði á fyrirfram áætluðum ársgrundvelli. Eigendur fyrsta áfanga, aðrir en bæjarsjóður Kópavogs hvað varðar beina eignarhlutdeild í bifreiðastæðunum, það aðeins greitt fyrir íbúðir í eigu Kópavogskaupstaðar, greiða gjald þetta til Hamraborgarráðsins í réttu hlutfalli við umsamda eignarhlutdeild hvers aðila í bifreiðastæðunum, samanber samning dagsett 7.7.1975 en Hamraborgarráði stendur bæjarsjóði skil á greiðslunni. Gjalddagar skuli vera 1. maí og 1. desember ár hvert til reksturskostnaðar, þess meðal annars viðhald, ræksting, ljós, hiti og fleira þess aftar, en undanskilið skal vera afskriftir og vextir af stofnkostnaði. Til viðhalds telst einnig viðhald þaks og geislagarðs, til þess teljast meðal annars þeir viðhaldshættir sem minnst á í grein 1.1. Verði kostnaður við rekstur og bifreiðastæðanna eitt rekstursár lægri en áætlun gerði ráð fyrir skal sá mismunur koma til lækkunar áætlunar reksturskostnaðar næsta ár og gildir sama til hækkunar ef kostnaður reynist hærri en áætlað var. 5. liður. 5. liður. Óheimilt að taka gjald fyrir notkun bílastæðanna nema sérstakt samkomulag gert hafið. Þá er 4. grein önnur ákvæði. 4.1. Árlega þurfa báðir aðilar að samþykkja áætlanir viðhaldsframkvæmdir. 4.2. Hamraborgarráð ábyrgist framvegis sem einn lögaðili að annast öll samskipti eiganda Hamraborgar 1438 við Kópavogskaupstað vegna sameignar, þar með talið fjárhagslegar skuldbindingar. 4.3. Mál sem rísa kunna vegna samnings þessa skal reka fyrir héraðsdómi í Reykjanes án undangenginna sáttaumleitana. Samningur þessi gerður í 2 eintökum aðilum til handa, Kópavogi og svo fyrir bæjarstjórnar Kópavogskaupstaðar og fyrir hönd Hamraborgarráðs, Sigurður Gyrðar og Þórir Steinvinsson. Það má segja það að við hefum lagt þónokkuð mikla vinnu með fulltrúum Kópavogskaupstaðar að ná þessu formi samnings. Þetta frá mínum bæjardyrum séð þá þetta ekki slæmur samningur á forminu til. Hins vegar alveg eftir að ráða prósentunni og ákveða hana og ég get ekki greint frá því núna hér hvaða tölur hafa komið upp en það sé ekki aðalatriði. En við vitum okkur vel að við höfum fylgt þeirri stefnu eftir í Hamraborginni að
Þetta er megin hornsteinn okkar röksemdafærslu og við höfum haldið fólk við svolítið við það, en auðvitað við vitum þó sko vel að það er þegar tveir deila að þá verður menn að koma til að samkomulagi og þess vegna þetta mér einmitt væntins að fá að heyra einmitt í formanni bæjarráðs hér á eftir hvað honum finnst þessa hluti, því að ég veit að það eru margir sem að yfir hér í skinnu og vilja líka láta í sér heyra hvað þeim finnst að Kópavogskaupstað ætti að gera til að koma á móts við eigendur þessa húsnæðis. Takk fyrir. Þá hefum við það. Þetta er stór samningur. Eins og Þórir kom inn á, þá er hér það ramminn sem að hefur verið settur upp. Það sem kannski skiptir aðalmáli er svo aftur kostnaðarhlutdeild kostnaðurinn sig sem að er eiginlega ekki ákveðin og þar með getur við ekki meðan svo er fjallað þá hluti. Við verðum að bíða þangað til að þeir liggja á borðum. Ramminn er hér til umfjöllunar og ég kalla eftir athugasemdum og öðrum sem svo er. Ég ætla að byrja á því að óska ykkur öllum fleiri sumar, þó var það síðan dálítið fullt að nýtt okkur. Þá býst ég ekki við því að það sé táknrænt vegna þess að það sé kuldi sem að kemur frá ráðamönnum Kópavogs sem við þurfum að semja. En hins vegar gerir ég ráð fyrir því að það þurfi að halda vel á þeim málum og ég ber alveg fullt traust til þeirra manna, báðum beggja vegna borðsins, til þess að gera það sitt besta sem að hverjum til álítur vera rétt. En svo er annað að það var nú margir verið að þakka Hamraborgarráðinu fyrir störfin og það er ekki ómaklegt, en ég bara veit að það rís Hamraborgarráðinu lengi undir því að ekki vera að þakka því fyrir þetta. Það er það sem ég er að spá í líka og ég vil gjarnan ekki vera að gera óvinna fögnum þar. En viðvíkjandi þessum samning sem að enn og reifaður hér aðeins, að þá held ég við hljótum að þurfa nokkuð mikla umfjöllun það. Ég er nú ekki svo vel að mér að vita til dæmis hvað kostnaður kynna verða í sambandi við þetta, en mér skýnist að aðalatriði sé það að þessir aðilar nái saman og vinni markvisst að því að gera þetta hluti. Og sannleikurinn er sá að við erum orðin ansi svona langþreytt á því og leið á því að hafa bílakynsluna eins og hún er. Ég er til þess alveg öruggur á því að ef hún vinkona mín á Selfossi, hvað hún heitir nú Regína held ég, hún gekk á sínum inniskóm í vetur þegar að verst gengdi og mest snjóaði og þá var svona velgengi frá það. Ég segi bara það, ef að við getum átt von á þessu sem ég ætla mér að fullkomlega vonast eftir og ég veit það að formaður bæjarráðs, þó ég þekki hann ekki mikið, þá gerist það að þegar hann tekur við hér fyrst, þá var hann til viðtals út í Félagsheimili. Ég geti
samningur, það var svona aðmálið mér, það fórst þetta. Ég er búin að reyna á smátt árum, margir frekar að fá eitthvað gott í þessu mál hjá bæjaryfirvöldinni, skrifa bréf og þeirra og einhver verið svarað. Nú, aðmál í þessu, svo ég gerði nú landmástu, það er kostnaði verið skipt þannig. Ég er ekki að fara yfir gamla tíma eða hvað ég er búin að vera að reyna að gera hérna. Ég er búin að vera sportmanni hérna í núna eftir 8 ár og langt eftir áður. Hérna er ekki það að vinna tölur í þessu. Það er auðvitað mál að þetta á að vera eitthvað framtækið núna næstu mánuði. Miðið mína reynslu hér í Kópavogsbæ, þá er því miður þannig að það er stjórnir eða ráð sem hafa verið hér. Það hefur ekkert verið hugsað neitt hag þeirra sem búa hérna eða einnig hérna í Hafnarfirði. Og ég var sem á nokkuð bæjarráðsmaður eða stjórnarmeðlimir myndu sagt okkur við að koma heim til sín við almennt aðbúnað eins og hér er. Nú, ég var nú kosin í þessa Hamraborgarstjórnar áðan og ég var að segja það vonandi að það fann allt saman vel, en ég er að fara á þeim lágreiður og þreyttur á að fara að standa í einhverju orðaskaki eða þá skrifa bréf sem aldrei er svarað. Þannig að ég finnst að vera spurning bara eitt mál. Hvað býður Kópavogskaupstaður í þessu? Hvað býðst Kópavogskaupstaður til að taka þátt í því? Það er ekki okkar að svara því. Þeir eru bara verið 17 ár. Hvernig og hvað hefur verið gert til að reyna að lagfæra þessa skemmtun hér? Hver bara ábyrgð á lekanum á þakki byrðarkerfina sem hefur valdið næstu tjónum ykkar? Hverjir gáðu heimild fyrir byggingu á Hafnarfirði upphaflega? Hvernig var staðan þessu? Megnið af íbúðum Hafnarfirðar hér, þetta er fólk sem hefur ekki tífuð eftir. Þetta var venjulegt fólk. Þið hafið laun ykkar að þau sé ekki á við laun fulltrúa í bæjarráði sem setur það kannski stóra tími viku. Spurningin er bara svo og það sem að ég segi nú Gunnar Birgjarsson hérna, ég þekki hann ekkert, nokkra góðið að segja. Ef hann að flytja okkur einhver skilaboð, hvað alltaf bært að gera í þessu? Ég segi bara það að ég hef ekki þolvægt að sitja einhver langa fundi að þrásast svona mál. Ég hef bara að kæra hér inn í Drugl og Skít í 8 ár og vil frekar, sem við segja ykkur árið heilsastlega, og aðstofa það, við stöndum mjög vel í gamla bæinn. Bæinn getur ekkert varið sig eitt en eitt í þessu, hann alltaf löngu að búin að hafa forgöngu frágang á þessu. Þetta er stærsta bygging hérna á Fjölmenningarstað, þetta er viðfæri hérna í Kópavogi. Það talar til fallega, bæjarfulltrúar og allir lofa hinu og öðru og enginn hefur staðið við neitt. Og ég veit að bæjarstjóri, hann er ekki að svara bréfi sem ég skrifa á hann. Og forráðamenn bæja sem að svara ekki bréfi þeir eru skemmtir. Það leiðir mig að segja, sama hvað er í pólitík. Nú, ég sé svona í hendinni bara þegar ég skoða þetta mál og það er hægt að samþykkja ákveðna hluti hérna. En í fyrsta kasti þá segi ég hérna þegar að kostnaði verið skipt þannig að K beri hvað? K á að bera 80%, 70-80% aðeins. Og framkvæmdur ætti að hefja strax. Ég gerði það kannanir í dag af því ég átti hægt veit að ég fór að kanna þessum stöðu okkar, réttafarstöðu okkar. Réttafarstöðu okkar er mjög góð. Og bæjarfélagið þá að standi vel að vígi, þá held ég að bæjarfélagið myndi ekki að vel að vígi að fengja á sig málaferli frá kannski 20 aðeins. Það er svo margt sem einhvern vísa því. Þetta er frágangur hefur aldrei neitt orðið. Íbúar hérna bæði fyrr og nú hafa verið að standa í því að fá einhver lagfæringar, annarkvæmt á tekniforminu, þetta er í aðtugum, það er komin í bæjarstjórn. Sko, ég tala ekki fyrir marga vönn, ég er hérna fyrir okkur verslu eigendur, hérna niðri. Við erum átti langt eftir á þessu, stað okkar er bara einhvern í dag. Ef við fáum ekki hreina skilföður, svöma Kópavogskostnað og eitthvað raunverulegt. Okkur kemur raun ekkert við eitthvað leki, bara hvernig eru stæðið niður. Við notum henni gamla ekki neitt. Við hefum ekki við stæðið þarna saman. En við erum ekkert að kyngja þessu eins og þetta er og ef það þegar að vera 100 og þetta var að draga á langinn og ég er Gunnar að afsaka það, ég er ekki að skýtja hann eitt eða neitt, en sem smálur og steinfors að þá kjóksum við frekar
málaferli við bæinn, heldur að standa einhverja prósentustakki í næstu mánuði. Og framkvæmdin ætti að hefja strax, það vor framöndan, það er mikið úrval af iðnaðarmönnum, hægt að selja við það á góðum grundvelli. Þannig að kostur okkar eru allir núna og fyrir Kópavogsbæ líka. Ég veit ekki fyrir milljónir en það hefur nú verið þannig þessi ár sem ég hef verið hér og ég sannast að það er yfirleitt peningur ef á að segjast að gera eitthvað sem að þeim sýnist eða vilja eða óta sínum tóta. Nú er það dýrkjarnar og við erum hvað eru margir íbúar í Hafnarborginni? Já, cirka 500 manns. Og ef að atkvæði ykkar hérna, ykkar 500 manna, við ekki neitt, þá skulum við bara láta reyna á það. Og ef að Kópavogsbær alltaf að reyna tíma í málaferli og praslu okkar alltaf hérna, þá er þeim bara velkomni. Við erum bara búin að fá algjörlega nóg. Og ég bið ykkur að standa með mér í þessu, þó við séum ekki stórir í eignarhluta, 11 stæði, þá mörkum við okkar og ég held að þið njótið góðs af því. Takk fyrir meðlum. Gunnar hefur beðið málið. Fundarstjóri, góðir fundarmenn, ég vil byrja því að óska ykkur gleðileg sumar og þakka fyrir að fá að vera með ykkur hérna. Ég ætla nú að vera með ykkur þegar við opnuðu félagsfærslu en allt ekki hérna gengt. Nú, ég vil nú fagna því hvernig staðan orðin í þessu máli. Nú, þegar að við komum að þessu máli, þá byrjum við náttúrulega að leysa þetta, því þetta er búið að vera okkur og ykkur til skammar. Nú, til að þetta væri mögulegt að þá var að stofna við einkahönd lögaðila sem kæmi fram sem einn aðili fyrir hönd íbúðareiganda og verslunareiganda. Og það er að verða, því er að vera lokið hér. Þá geta menn það að tala saman. Við sáum að við myndum ekki farið þetta nema að tala í fyrir. Það var fyrsta þess. Svo getum við saman. En ég hef getið talað fyrir mun allra í bæjarstjórn að við erum mjög ánægðir með þetta að koma svo lokastig. Og leið á þetta búið að það náttúrulega þurfa að tóðast á þessa kostnaðarprósentur. Hér á þetta að gera ýmislegt. Ég hef nú gert það, ég hef lagt að þessu bílastæði, öll og skoðað og garðið. Og þetta er náttúrulega, þetta er ekki glæsið. Ég er bara að lesa hérna einhverjum nokkur aðgerðir sem þarf að gera hér. Það er að steita bílastæðin eða setja nýtt lilla og akstursleiðirnar og stæðin. Það þarf að mála bílakennsluna. Það vantar betri lýsingu. Það vantar klæðing og þétting og stigahúsi. Þétting meðfram húsum. Gólflögn meðfram húsum. Og þetta eru gaflar sem kannski voru léleg vinna í uppvæg. Hellulögn og viðfælli garði sem eru stíflu. Yfirborðsfrágangur. Springileg kerfi ekki lægi. Lægt er einhver kæling í garði. Og svona náttúrulega má lengi kæling. En ég held ekki getið sagt það, við þurfum ekki huga því bærum að vera standi í einu málaferðum. Það er svo langt frá því. Þess vegna reyndu við að fá þetta fram, þannig við getum saman. Það var ekki hægt að semja á það. Það var ekki nóg bara að lofa og segja og gera eitthvað. En ég held að bærin er tilbúin til að tegja sig verulega til að ná samningu við Hamraborgaráð í þessum málum. Og það verður margir mánuðir í fundum. Við getum klárað þetta næstu 2 vikum. Og ég er sammála Símon til að það þarf að hefja framkvæmdir hér mjög fljótt við sum allir. Við þurfum ekki að láta að gera úttekt á þessu, sem kannski byrja svona brótt, en það þarf að gera úttekt á þessu. Hvað steypuskemmdirnar láta mikla og annars slíkt. Þannig að menn getum ekki gert eins og snögga fingri. En það er að byrja á þeim framkvæmdum hér í sumar sem viðkoma garðinum og sem þarf að hægt að gera við lekana og annars slíkt. En ég verð nú að fá að rósa hérna Hamraborgaráð fyrst ég komið hingað og sérstaklega formannum og Þóru Steingrímssyni sem hefur unnið með miklum dugnaðarverki í þessu til að koma þessu bátinn. Og þetta við bæjaröfum tónum hans starfi í þessu. En að lokum þetta væri
til að við fáum enn til þetta mál. Ég er sjálfur búinn að búa hér, ég er sjálfur búinn að búa hér frá 78 og hef þar tekið þátt mjög í umfjöllun þessi mál í gegnum árin og ýmsum nefndum bæjarins og fylgt með viðhorfum manna. Það verður að segja að miðbærinn hefur ekki átt mikið á taflborðið mörg ár og í ljósi þess að sveitarfélög allt í kringum okkur eru farin að huga sínum innri vandamálum eða miðbæja vandamálum. Þannig fyrir ára fyrir voru þetta þenslu vandamál og ný hverfi. Nú eru sveitarfélögin farin að huga að miðbæjunum sínum hér allt í kring. Við lesum þetta næstu í hverju viku. Það er að gerast hér í nágrannabyggðum. Þá er það okkar von að slíkir straumar ná hingað til okkar. Það fara að gerast eitthvað hér með þeim hætti að við öll verðum sátt og kátt og miðbærinn njóti sannmælis áður minni líkur. Nú, Freyr, ég held að þú hafið fyrir málum að þetta. Það gjör svo, já, fyrir það. Það er mikið rétt sem að menn hafa hér sagt að þessar þessu bílageymslur eru til skammar og ekki kannski góð á stöðstað. Ég get nú samt ekki setið á mér að gera smá athugasemdir við það hvernig þetta mál er borið uppgert. Það er að segja, mér finnst afar óeðlilegt þrátt fyrir alla þá góðu og miklu vinnu sem búið að leggja í þetta mál að það sé hægt að ætlast til þess að við hér í kvöld samþykkjum einhvern samning eða samningsramma sem er af alls miklu og stóru leyti óútfyllt. Fyrir mér er það eins og ég sé að hluta til að skrifa upp á óútfylltan víxil og það er mér ekki fyrir sig. Það er nefnilega svo að þó að Þórir hafi nú sagt þér áðan að einhver kostnaðaráætlun, grunnkostnaðaráætlun liggi fyrir og það hafi verið gert. Má það vel vera. Ég hef að vísa ekki séð það máli, ég er nokkuð viss að svo erum fleiri. Ég held að það sé talsvert nauðsynlegt að fólk geti nú svona nokkurn veginn gert sig grein fyrir því hvað verkið muni kosta. Í öðru lagi held ég, og segi fyrir mína part allavega, ég get ekki greitt þessu atkvæði nema ég viti hver á að vera sá hluti sem íbúar og eigendur séreignarhluta í Hamraborginni eiga að borga. Ég vil vita hvað Kópavogur kostar að leggja í þetta áður en að ég get farið að samþykkja einhvern samning sem fulltrúar aðila síðan skrifingu og ég ekki að segja. Þess vegna er komin hér fram tillaga sem ég ætla mér að leyfa að lesa á eftir og leggja hér fyrirföngin. En áður en að ég kannski geri það, þá vil ég líka benda á að í þessu blessaða blaði Hamraborgin sem er treykt og er sjálfur sér fyrirengavert framtak, þá koma það líka fram atriði sem skipta svolítið máli í þessu. Það er vitnað til þess að það sem hendi sér kapalkerfi að þá hafa ekki verið hægt að koma um upplýsingum þessi samningsdrög og framfæri og ekki þar er hægt að kynna mönnum málið til fullnustu. Ég get nú því miður ekki alveg samtitt að ég held að það sé ekkert meira mál að dreifa upplýsingum þennan samning og þennan samningsdrög heldur en að dreifa Hamraborginni sjálfur. Það er ekkert flóknara að bæta það. Í öðru lagi segir að nú þurfi að sína samstöðu því það er að reikna sniðsveikir og semja prósentuskiptingu. Jafnframt í sömu setningu segir, með leyfi það segir hér þessi setning, nú væri eftir að semja kostnaðarskiptingu í prósentum, en það væri nú alfarið undir pólitískum ákvörðunum
samningi Hamraborgarráðsins við Kópavogskaupstað vegna bifreiðageymslu Hamraborgar 1438 verði frestað óákveðinn tíma en að boðað verði til sérstæðs fundar um þetta mál þegar eftirtalin atriði hafi verið uppfyllt. Fyrsta, nákvæm kostnaðaráætlun vegna samningsins, það er framkvæmd og rekstur sem hann tekur til liggi fyrir. Annað, skipting kostnaðar milli Hamraborgarráðsins og Kópavogskaupstaðar liggi fyrir. Þriðja, eldri samningar og reglur sem vitnaði til í samningi þessum. Það er annars vegar Kópavogskaupstaðar við Borgir SF, það er 18.10.73 og hins vegar Kópavogskaupstaðar við Miðbyrðaframkvæmdir SF og Ingimar Haraldsson HF, það er 17.10.73 liggi fyrir og gera megi sig grein fyrir í hverju breytingar eru fólknar. Til fundarins skal boða viku eftir að samningurinn ásamt þeim gögnum sem á ofan er getið hefur verið sendur öllum eigandu séreignarhluta í Hamraborg 1438 svo þeir hafi tíma og ráðrúm til að kynna sér málið til fullnustu og móta afstöðu sína. Undir þessa tillögu rita Ásmundur Jónsson, Ólafur Ólafsson og Einar Ólafsson. Og ég aðeins hann hér með fundarstjóra. Og eins og þarna kom fram þá viljum við líka gjarnan fá að sjá þá samningu og þær reglur sem er verið að vitna til í þessum nýju samningsum. Hvers vegna? Jú, vegna þess að ég er ansi vissum, ég þykist við það að í þessum reglum séu einhver ákvæði þar með þetta að hætti þessi mál hefði átt að vera. En ég er líka jafnvægt vissum það að meirihluti íbúa hér hefur ekki hugmynd hvernig þessar reglur eru, eða þessi samningar. Það held ég að það sé voru gott að nefna í hverju er að breyta. En sem sagt númer 1 og 3, ég vil fá að sjá prósentuskiptinguna og kostnaðaráætlunina áður en að ég get samþykkt einhvers konar samningsdrög. Tek hins vegar undir það sem hér hefur verið sagt. Vinnan sem hér hefur verið að hendi var nauðsynleg og ekki engin spurning um það og margt í þessu sem hægt að samþykkja en mér finnst bara vant að hafa rættin. Það er. Já, ég þakka Ásmundur fyrir, það er komin hérna fram þessi tillaga. Hann las hann upp hér áðan, til umfjöllunar, ásamt með liði 6. Ég vil minna á að það er ekki tilgangur þessa fundar að taka endanlega afstöðu til samningagerðar milli Hamraborgarráðs og Kópavogsbæjar. Það sem verður gert hér samkvæmt þessari tillögu sem kemur frá stjórninni að það er fjallað hana svo langt sem hún nær. Það er engar tölur nefndar, engar prósentur nefndar. Þar er ekki hægt að fjalla og ganga endanlega frá samþykkjandi tillögu. Það sem þarf að gera er að veita stjórninni umboð til að halda áfram samningu við bæinn á þeim nótum sem þarna koma fram í fyrsta lagi. Í öðru lagi, þegar að tölur liggja fyrir, þá mun stjórn Hamraborgarráðs boða til auka aðalfundar, kynna þær tillögur með þeim hætti sem á henni ber samkvæmt lögum Hamraborgarráðs. Þær tillögur verða borðnar í öll hús og það verður alveg löglegu fyrirvara því. Þannig var meining stjórnarinnar að standa málum. Ég trúi því að það sé vitrænt, hún sé að gera rétt, það sé ekki að gera þetta öðru sinni í tveimur skrefum. Það er tilgangslítið fyrir stjórnina að starfa stillt með viðsemjenda sínum á þess að vita hvort hún hafi til þess smá stuðning. Og hún er að sækja í þennan fund smá stuðning til þess að fá að halda áfram störfum. Við erum ekki í vinna þar að taka afstöðu til kostnaðarþáttar. Þetta er bara hvernig samningur kemur líka út. Það er ekki rétt að það sé einungis á hendi bæjarstjórnar Kópavogs ákveða þessar tölur eða prósentur vegna þess að þegar að þeir semja og eiga þeir í hlut. Og það er samþykki beggja. Ég minna á það að bæjarfélag er ákveðs bæjarfélag, stendur að málum lögfræðilega eins og því ber og við ætlum að reyna að gera það líka. Það er ekki flókið. Eftir sem áður er ákveð laust, þú getur við morðið þetta að rauðin búin að hérna. Það er ekki byrjir.
verð nú að segja alveg eins og er að ég var svolítið hissa þegar Þórey fór að lesa fyrir okkur þennan samning. En ég heyrði það á fundarstjóra að ég hef misskilið málið, en ég skildi það þannig, eins og stendur sem í fundarbúðinu, að við ættum að samþykja einhver samning við Kópavogskaupstað skiptingu á greiðslu og öðru líka og hvernig þetta ætti að byrja eða að fara í gang með málið. Þannig að ég sé ekki að við getum, eða mín skoðun er sú að það sé alls ekki hægt að samþykja þetta og eins og kom hér fram áðan að fundarstjóra að stjórnin væri að leita til stuðningi til að halda áfram samningaviðræðum við Kópavogskaupstað. Ég stóð endilega þeirri meiningu að stjórnin hefði fengið í haust umboð til þess að fara í þessu samningar og ég var með það í huga að nú væru samningarnir hér til umræðu eins og þeir kæmu til að vera og þar með þessi prósenta á kostnaðarskiptingunni. En ég hef greinilega misskilið þetta en ef að stjórnin er að leita eftir áframhaldandi stuðningi og hefur hún fulla stuðning frá mér að minnst úr til þess að halda frá málunum. Ég var alveg feginn að heyra það hjá Gunnari Birgissyni að þetta tæki ekki einhverja mánuði og ekki byrjaði haust. Bara hálfum mánuð þannig að það verið búið að gera þarna samning, þannig að það ætti að byrja strax næsta mánuði. Og þá ætti það að vera eins og hann sagði, búið höngur fyrir ágústloka næsta ári. Nú okkur er það lífsnauðsyn, ég segi nú ekki lífsnauðsyn, en bráðnauðsynlegt að við komum í gagnið strax þeim myndavélum sem er hugmyndir að setja sér niður í bílageymslunum til þess að fylgjast með til dæmis bílunum okkar sem eru þarna niðri. Mörg ykkar hafa ábyggilega orðið fyrir því að það verið farið inn í bílunum eitthvað brotist að reynd og stólið sveitlað og ræð. Ég sjálfum varð fyrir þessu í haust. Nú, mann hefur aldrei tangarhald á þeim sem að þetta gera og jafnvel þó það hefðist, það hefst ekkert út úr því, annað en vesinni. En ég er ákveðlega fegin því að Gunnar upplýstu bara það að það er hægt að byrja bara strax í næsta mánuði og mitt uppáð hefur stjórnin áfram til þess að kemja samningin er endilega komiði með samningi fullt tilbúin til okkar eins og til að hann hljóðar upp á þess að koma fram hér áðan og styðja hana fyllilega. Takk fyrir. Svona þess að þá frekar í skýringar á stöðu mála þá sem er rétt að lögmaðurinn hér komi og segi nokkur á. Orð til frekari skýringa á þessu orðalagi í fundarboðinu. Eins og réttilega hefur bent á þá er þar kveðið á að atkvæðagreiðslu samningin eigi að fara fram. Og það er nú svo að þegar að til þessa fundar var boðað þá gerðu menn sér vonur að hugsanlega yrði búið að ganga frá samningi við bæi sem að hægt var að leggja fullbúinn fyrir þennan fund. Og þess vegna var orðalagi með þessum hætti til þess að nýta þá þetta lag, þennan fund, til þess að taka afstöðu til samningsins ef hann yrði komin á borðið. En nú er það auðvitað ljóst eins og mjög rækilega hefur bent á að samningurinn er alls ekki fullgerður. Þetta er samningsdrög, svona rammi, og eftir að kveða á mjög mikilvæg atriði. Þannig að þar af leiðandi er ekki hægt að bera samninginn, sem þetta er ekki enn gerður, undir atkvæðagreiðslu hér og nú. Þess vegna þessi tillaga sem kom fram áðan, hún er í sjálfu sér óþörf, hvað var það með svona fyrir hlutan. Fundur getur hins vegar samþykkt það að beina því til stjórnar hvernig að kynningu samningsins eigi að standa. Út af þessi lítur síðar hluti tillögunnar að því og það eru auðvitað fundarins að taka afstöðu til þess en ég held að hálfu stjórnar
til að taka afstöðu til þessa samnings. Fundarstjóri, góðir fundamenn. Ég heiti Auðun Stórvarsson og býr Hamraborg 24. Ég ætla aðeins að víkja nokkrum orðum að þessum samningsdrögum og ég ætla að láta aðra að reynda að lögfræðingur með greiðu í þessu með samningssamningsins. Ég ætla að láta aðra það að öðru leyti. En aðeins að víkja samninginu sjálfur. Nú, ég líti á þetta sem eiginlega tvö aðskilum á. Annars er samningum ljúkningu framkvæmda, ef svo má segja, og hins vegar rekstur bílageymslna. Nú, ef við lítum aðeins til þess tíma þegar þessar framkvæmdir, eða þegar þetta var byggt, þar sem við búum, að þá má segja að þessu hafa aldrei verið lokið, þessum bílageymslum var aldrei lokið. Það var ýmislegt sem kom til, verktaka fór á hausan á tíðinni. Og það má segja sem svo að við sitjum uppi með skellin, núna mörgum ára setna, við sem komum hérna næstu 20 ára setna, við erum hérna að fá í baki gamla syndir. Nú, ég vil nú kannski aðeins líka því að bærin er kannski ekki alveg saklaus í þessum máli heldur. Það voru rósgróðir draumar 7. fyrir 20 árum að koma hér upp öfluga miðbæ. Hérna átti meðal annars að byggja bæði hús og torg yfir Gjána sem er hérna milli bæjarhlautana. Hér átti að vera verslanir og menningarsetur. Altså bílastæði átti að vera hér og hefur sjálfsagt verið horft til miðbæjarins í Reykjavík. Hér átti að vera að bílastæðagjöld væntanlega með stöðumælum eins og tíðkast á að verulega leyti. Og þessi bílastæðagjöld átti að standa yfir undir rekstri. Nú, þessi miðbær kann hefur aldrei verið kláraður og verður sennilega aldrei í þeirri mynd sem hann var uppalveg. Þannig að við sitjum þarna uppi með hálfgert svona viðundur sem er þessi bílageymsla sem er eiginlega hvorki fríverðni almenningur. Að formunum til að eigu við þetta, jú, og við getum ekki horft fram með því. Hins vegar er það svo að það var í uppbæðarsamningnum og bærin heldur því mjög skýrt fram að þessi bílageymsla sé opin sem sagt eins og það er orðað til almennra nota og sameiginlega nota. En eins og ég sagði þetta áðan, við eigum þetta og við getum ekki horft fram hjá því að við verðum að taka þátt í kostnaði við að fullgera þetta. Það hefur enda hels að sjónumið, ég hef heyrt það hérna í Hamraborginni, að við eigum þetta að koma okkur ekki við því að þetta er sjálfsagt bæjarins. Þetta er ekki rétt, við getum ekki litt þennan málið. Þess vegna tel það mjög brýnt og ég tel þennan samning að því að varða ljúkningu framkvæmda mjög svona, hvað ég segja, athyglisverðan eða ég get alveg tekið undir þá stefnu sem það er mörgum. Þegar kemur að reksturinnum, þá er hins vegar alltaf auðvitað á tinnunum. Þá er dregin upp gömul klásúla sem var í uppbæðarsamningnum. Ég var að lesa svona, ég er með svona uppskrift á hana þarna borðið mér. Ég var að hugsa að koma að lesa það fyrir ykkur. Ég lagði mig í það því að þetta er svona torfákar í gegnum að það gengur ekki upp. En sem megin línan í því, í reksturstæðina var svo að þeir sem vildu nýta sér stæði og hafa sem forgang að stæðunum og þá fyrst og næst íbúðarhúsana, þeir skyldu greiða ákveðið gjald sem inni til rekstrar og síðan áttu stöðumælar að borga væntanlega það sem ávallaði sem þeir sem ekki nýttu þessu stæði, þeir áttu raunar ekkert að borga í rekstrinu þó þeir rættu stæðið. En eins og ég sagði að einhver staðar á leiðinni að þá hrundi þessi þessi gjaldskyldu hugmynd datt út úr dæmið. Hvort að það var Kringla sem endalega rótaði þetta eða ekki, það skiptir raunar ekki máli. Það er stundu verið vitna til hennar að það sé ókeypis staðið þar. En þetta skiptir ekki máli hvort að það er eitthvað annað. Við erum að taka málun eins og stendur núna. Og ég sé ekki að það gangi að það sé eitthvað X uppæð sem að íbúar í Hamraborg eru rukkaðir
einir bæjarbúa rekstur bílastæða sem eigar eru til sameiginlegra nota og almennara nota. Ég sé bara ekki að það gangi. Þess vegna hef ég lagt þeirri hugmyndlið að við tækjum á okkur rekstur eða sjáum, þetta er ekki að segja rekstur, þetta er umsjón þessa gæslukerfis sem hugmyndin er sett upp, sem á að koma í staðinn fyrir lifandi gæslu, eins og upphaflega hugmyndin var. Við tækjum að okkur að fylgjast með þessum tækjum og sjá til þess að þau gengju. En svo að aðrir liðir rektarins, þar er fyrst og fremst að tala um lýsingu og þrif, að þeir eru í höndum bæjarins. Ég telti þetta mjög einfalt og jafnframt mjög aðgengilegt fyrir bæði bæinn og íbúana. En að fara að draga upp þessa gömlu klásulum kostnaðarskiptingu og prósent í því tilfelli, ég tel að sú hugmynd hafi dáið með stöðumagnum. Þegar þeir dóu, þá hafi þessi klásul dáið líka. Takk fyrir. Það var eitthvað kona frá því orðið mikið tvísvart að gera það þetta. Og kvöldi, ég er hérna á Hamraborg 24 og það var ekki að langborði en langar til að spyrja hvað sem sýtir hérna hvort það þeir búa ekki allir í Hamraborginu vegna þess að ég skiptist að manninu sem að heitir Símon hann sé verslunareigandi og mér langar líka til að spyrja því hvort hann búi í Hamraborginu og hvort við erum að kjósa hann í Hamraborginu. Það komið fyrirspurn. Eitt veit ég að Símon rekur með fyrirtæki í bænum. Hvort að hann velja býr ekki og í Hamraborginni, nei segir hann, hann býr ekki í Hamraborginni. En það var að kjósa hann í Hamraborgar á. Þetta mál verið gengt alveg sérstæða því leyti, eins og fram með komið á auðvík, að þetta er annars vegar einhver með þeim kvöðum að þetta sé til almennra nota. Mér finnst persónlega að það sé óréttlátt að bæjaryfirvöldum sem ætlast til þess að við greiðum meiri kostnað til þess að ljúka þessum framkvæmdum sem eftir er. Og ástæðan fyrir því vil ég sem sagt rökstuða þannig, ef ég byggi mér hús, einbýlishús, þá borga ég ákveðin gatnagerðargjöld. Það er stofnkostnaðurinn af götunni á húsinu og gatan er sem slík almenningseign umferð fyrir alla, en reksturinn á þessari götu fellur á alla íbúa Kópavogsbæjar, það er að segja viðhald og rekstur. Það er fyrir utan stofnkostnaðinn. Sama gildir raunverulega bílageymsluna. Við erum búin að borga okkar gatnagerðargjöld við upphafi þegar hús er byggt. Öðru lagi erum búin að borga stórar upphæðir til þess að byggja bílageymslu til almenningsnota og ég byrð engan greinanum á því hvort það heitir sameiginleg not eða almenningsnot. Og ég byrð þá sem betur veit ég hver í rauninni mismunum á því. Er ekki sameiginleg not allra íbúa bæjarins, jafnt sem almenningsnot þeirra sem eru gestir. Þannig það er ekki mál. Þess vegna er það mín tillaga og áskorun til samningsnefndarinnar að það er farið fram á að Kópavogskaupstaður ljúki þeim framkvæmdum sem að fyrirhugaðar eru og annist almenn viðhald á eigninni sem hver gata og bílastæði sem að bærin á. En við tökum á okkur eins og nú er að bjóðast til að vaka yfir geymslunni í gegnum okkar sjónvarpskerfi þar sem að við erum sérstaklega hagsmuna að gæta því þar sem bifreiðar okkar standa þarna allan tíma að hluta af hverju sólarhring.
að þessi eign sem er fjármögnuð fær sé til almenningsnota, þá er eðlilegt að bærinn komi inn og klára þenni. Gangi frá þessu viðhald og endanlega framkvæmd. Ég ætla ekki að færa fram þessa tillögu í skriflegu formi en vona að samningsmenn Hamraborgaráðsins tilmæli, getur sagt, þetta er snúning og tilmæli ábending, takið til athugunar þegar áframhaldandi samningsviðræður kemur og ég hvet á eindregið til þess að klára þetta umræðu allra fyrst, senda öllum íbúum og eigendum í Hamraborginni samningsdrögin eins og þau myndu verða að verða þeirri til samningsverð. Takk fyrir góðum. Ég var að spá í það hvort að maður hefði misskilið þessa greinargerð sem við erum að heyra hér og lesa í sambandi við samninga við bæinn. Ég get ekki séð að við erum að greiða hér og nú atkvæðum samning sem ekki er komin á meira umræðustig en þetta er. Ég fæ það ekki séð og þess vegna vil ég bara spyrja að því. Er það misskilningur hjá mér að við eigum að samþykkja samningskvöld? Ég veit ekki. Meðan að samningur er ekki komin lengra en þetta, þá get ekki ímynda mér við getum samþykkt það. Ég spyr. Ég bara óska eftir og ég vil nú þakka Gunnari Birgissyni fyrir hans innlegg aftur og enn. Og ég held að við séum ekki, ég fór að segja það alveg hér og nú, ég held við séum ekki einir þar sem að Gunnar Birgisson er. Og ætla ég ekki bara að segja þetta vegna þess að hann muni gangi þá gildru vegna þess að ég er að segja þessu orð hér. Það er bara reynsla af manninu sem ég er aðeins að segja ykkur og ég ætla að bæta því við að ég ber ennþá traustur og mjög mikið traustur sem er í samninganefnd fyrir okkur að þið látið það ekki degina síga heldur því það þarf líka að halda vel á málum. Takk fyrir. Já, ég þegar tekið undir tillögu þrefinningarna hérna að vísa málinu frá eins og það liggur fyrir nú. Og það ekki búin að færa rök fyrir því að þetta hvort fiskur, þetta rætt sem að hér talað í aðalboðinu að fara með samning við Kópavogsskaupstað vegna samningarinnar. Hann er aðalatriði náttúrulega kostnaður við þetta og það er engan tölur því og menn veit ekki að það liggur ein áætlun fyrir gömur hvað þetta vil kosta og hún var upp á tæpa 40 milljónir, 49,5 milljónir sem þess að sú starfur einn til sem ekki hefur verið nefnt hér. Já, ég þarf náttúrulega í raun og veru ekki að hafa þetta lengra, ég bara vona að það sjáu það, því að það er ekki hægt að aðeins svona, málum verður að fresta og ég veit, þú getur tekið að ýmsuleyti undir tæklendi til Hamraborgaráðsins fyrir þeir búið að vinna fyrir starf, þá finnst mér alveg staðið mjög illa þessum lið mála hér fyrir þennan fund að það stundi hafa verið meira gert í þessu og sérstaklega það að það komið þarna nýr samningur sem er dagsettur örfáum dögum eftir að síðasta uppkast sem okkur var hinn og ég hef í mínum höndum en það er dagsett 21. eða fyrir 5 dögum og það var ekki gert svo mikið að taka ljósvit af þessu samningi og láta okkur hafa það í hendur svo í þessu vita hvað þessi samningur hefur. Ég treysti mér ekki til þess þó hann hafi verið lesin upp hérna fljótlega að gera mér vel fyrir því. Svo hvað ég á með stendur þannig ég skrif ekki upp á þann óbreytta vísi. Ég vona að það menn getur samtidig að þessa málum eins og fyrir að
bara að minna á það að tillaga stjórnar var lögð fyrir, að mér skilst, eins og lögmaðurinn kom inn á áðan, gangandi út frá því að fyrir lægju frekari upplýsingar um það hvernig að samningur lít út. Tími varst ekki til þess að ganga frá slíkum tillögum. Þar með eru komin svona ákveðin annmarki á tillöguna. Ég veit til þess, það hefur komið inn á það hérna strax á eftir, á hálfu stjórnar og á hálfu þeirra þrímenningar sem að koma í tillögum, að það koma fram tillögur til breytinga á þeim báðum tillögur sem fyrirliggja, þannig að því leyti verður komið til móts við þetta sjónarmið. Ingólfur Björn Sigurðsson heiti ég á 16, komið sæl, stjórnarstjóri. Ég bý í þessu húsi eins og fólk býr húsi í Borg og Ræðarstöð og hérna keyri bíl. Og við, eða í húsinu sem ég býr í, þar bílastæði undir húsinu sem ég býr í staðinn fyrir að vera við gangstéttina út á götu eins og hjá mörgum öðrum er. Ég gæti fundið sjálfsagt hérna einhvers staðar rétt hjá þannig stæði. Þarna undir húsinu hjá okkur, þar opið svæði. Leyfum mér að bæta þessu inn í, ég ætla ekki að fara að tala alveg sömu hluti og mörgir hafa nefnt sem hafa verið rétt sýnir. Mér langar að tala um það að þarna undir staður þar sem að fólk kemur ansi mikið inn í. Börn og unglingar eru mikið þarna, fólk labbar þarna í gegn og það eru ansi margir sem að leita þarna fólk kaupir sér mat í Nóatún búðinni og kemur þarna inn undir að borða. Sviðakjama og mús og hendur svo umbúðanum einhverstaðar. Það ekki ruslafötur þarna undir. Þetta miðbærinn í Kópavogi. Mér finnst Kópavogs kaupstaður haga sér töluvert bjánalega, ef ég segi svo. Hvað varðar einn af svona stöðum sem eru í þessum miðbæri hérna? Við, íbúarnir, við erum að tala um það að kaupa myndavélar til þess að vakta bílana okkar. Ég held að ég veit ekki hvort að ástandið er verða en mér á flenni, en það hefur æði oft verið farið inn í bíla, þá með því að fljóta á þau, eitthvað tekið úr þeim og þetta hefur kostað marga mikinn pening. Mér finnst að Kópavogs kaupstaður út frá svona hlutum ætti að búa betur að því fólki sem að þarna og eða einhvern veginn sjá þeim fyrir einhverjum öðrum samanstæðum akkurat innan með bílunum okkar þannig að þessi ekki skemmtir. Ég ætla að tala um þetta er líka svona félagslega aðstæða fyrir hans í marga og það er ekki okkar beint að standa undir því frekar heldur en fólks í Austurbæ þarna megin eða þarna megin við okkur. Takk fyrir. Fundarstjóri, góðir fundarmenn, enn kem ég. Þannig væntum að heyra að það fólkum sem er komið hér fram eða það skýringu af hverju fundarbúðið svona eins og það er. Það verður náttúrulega að gera sér grein fyrir því að þegar að menn fá fundarbúðið í hendur þá verður þetta náttúrulega viti eins og það hljóð. Þess vegna tillagan sem ég flutti hér áðan eins og hún er. Af því að ég held eins og margir að þetta ætti að greiða alltaf saman. Ég get hins vegar svona til þess að reyna nú að sætta sjónarmiðin sem það stendur. Fallist á það og við þreminningar að það verði gerð smávægileg breyting á þessari tillögu okkar. Sérstaklega þar sem að stjórn Hamraborgaráðsins lítur nú svo á núna að hún sé að fara eftir umboði til þess að fá einhverja samningagerð. Þá ætlum við að leggja til breytingu á okkar eigin tillögum það að í staðinn fyrir að segja að afgreiðslu á samningi við Hamraborgaráðsins til Kópavogskaups verði frestað óákveðinn tíma að þá komi að aðalfundur Hamraborgaráðsins haldinn 27. samþykkir að samþykkt á samningi Hamraborgaráðsins til Kópavogskaups vegna samningnar eða vegna bílageymsla verði frestað samningagerð er lokið. Að öðru leyti stendur tillagan óbreytt, það er að segja við viljum að það sé inni óbreyttur, kallum það hvernig má
þannig að því skuli staðið að við fáum gögnin í hendur með góðum fyrirvara og getum kynnt okkur og móta okkur aftur. Við teljum að það sem mikilvægt að sákalli sig í vegna þess takið nú eftir. Þeir sögðu hér bæði lögmaðurinn og fleiri að þeir hefðu gert sér vonir að það yrði tilbúin samningur sem ætti að leggja hér fyrir okkur. Og ætlustu þið þá virkilega til þess að við samþykktum hann bara svona eittur og fyrir. Þar læsum hann yfir hér í kvöld og samþykktum hann. Með tilliti til þess aðna þá verð ég nú að segja að við teljum að vara mikilvægt að kynningarkallinn eða sá hluti þessar til okkar standi óbreyttur. Það er að segja að menn fái þetta í hendur með minnst viku fyrir. En sem sagt, tillagan stendur óbreytt á öðru leyti en því að það komi það inn að samþykkt á þessu verði frestað uns samningagerð er lokið. Takk fyrir. Sem er hérna til hlutunar, eins og hún lítur út frá þeim þremenningum. Aðalfundur Hamraborgarráðsins haldinn 26.4.93 samþykkir að samþykkt á samningi HBL við Kópavogsskaupstað vegna fyrirvara geymslu Hamraborgar 1438 verði frestað uns samningagerð er lokið, en að boða verði til sérstaks fundar þetta mál þegar eftirtalin atriði hafa verið uppfyllt. Svo koma þau, ég lesi þau upp svona til minnis. Fyrsta lagi, nákvæm kostnaðaráætlun vegna samnings, það er framkvæmda og reksturs sem hann tekur til, liggi fyrir. Númer 2, skipting kostnaðar milli HBL og Kópavogsskaupstað liggi fyrir. Númer 3, eldri samningar og reglur sem vitnað er til í samningi þessum, það er annars vegar Kópavogsskaupstað við Borgir SF, dagsett 18.10.73 og hins vegar Kópavogsskaupstað við miðbæðarframkvæmdir SF og Ingimar Haraldsson HF, dagsett 17.10.73 liggi fyrir og gera með þessi grein fyrir í hverju breytingan eru fólgnar. Til fundarins skal boða viku eftir að samningurinn ásamt þeim gögnum sem að ofan í getið hefur verið sendur öllum eigendum séreignar hluta í Hamraborg 1438 svo þeir hafi tíma og ráðum til að kynna sér málið til fullnustu og móta afstöðu sína. Þetta er tillagan eins og lítur út nú með þessum breytingum í fyrsta kafla. Þeir felur þá í sér að þetta mál er sett í biðstöðu þangað til að skýrar línur eins og hér er kveðað liggi fyrir milli samningsaðila. Þórarinn Hjartarson, Björnveld. Góðir fundarmenn, ég vil nú þakka fyrir það tækifæri að fá að mæta hérna og ég vil líka þakka stjórn Hamraborgarráðsins og þeim sem var að mæta á samningafundi hjá okkur. Þetta hefur nú allt verið svona frekar vinsamlegum tón og ég vil fullyrða það að báðir aðilar hafa lagt sig verulega fram að reyna að ná samningum. Nú, það sem mig langaði til að drepa á hérna, það eru atriði varðandi stöðumæla sem Auður Snorrason minntist á og síðan það sem að Steinþór Ólafsson talaði að íbúar Hamraborgarinnar verði búin að greiða sín gatnagerðargjöld og hvort að þetta eitthvað að gilda það sama eins og almenna götur að bæri myndi þá sjá alfarið reksturi. Nú, fyrst langar mig til að fara aðeins ofan í núgildandi samning. Notabenni það liggur fyrir samningu milli Kópavogskaupstaðar og eignar aðila að fyrst áfanga þarna með bæjarframkvæmda og þessi samningur kveður á ákveðna prósentuskiptingu og það er gert ráð fyrir rúmlega 18% í rekstrakostnaði á hálfu Kópavogskaupstaðar. Nú í þessum fyrirliggjandi drögum að nýjum samningi þá er svo breyting orðin að vissi hlutir í geislahlaðinu hér og fleira sem að tilheyrir ekki bílageymslunni
Nótabenni hlutar af hlaðinu skoðast sem tak á bílageymslu. Allt í sambandi við leka ofanfrá, það er leki á þakinu og samkvæmt þessum skilgreiningu þá tilvitað bílageymslu. En hvað það er, við tökum þá hluti sem að ekki tilheyra bílageymslunni þannig í geislahlaðinu. Þá höfum við metið það lauslega svona upp á cirka 8%. Ég hef nú setið stóran fyrirvara á það, þetta er lausleg tala. Og 18 + 8 myndi gera 26. Og síðan er spurningin að borga eitthvað fyrir umsjónina á öryggiskerfinu. Og þá í því sambandi vildi ég víkja því sem að Auðun kom inn á, það er stöðumælunum. Ég var rétt á spurðan af hverju duttu þeir upp fyrir, áttu þeir ekki að dekka reksturinn. Það var ég sem lagði til að það eru horfið frá þessari hugmyndu stöðumæla vegna þess að mínu mati þá myndi rekstrarkostnaður við stöðumæla eða sem tekjur af stöðumælum ekki dekka reksturinn af sjálfum stöðumælum. Og það er stöðumælavörður plús afskriftir og viðhald á mælunum. Ég mat það lauslega álegu kostnaður brúttó við stöðumælana að það myndi vera eitthvað, 2-3 milljónir allavega. Og það var erfitt að meta hvað við myndum hala inn í staðinn, en ég gat vel ímyndað mér að árlegt tap yrði svona 1 milljón. Og af hverju ættum við að bæta þessu tapi ofan á viðhaldskostnað? Nú bærinn með sín 18% eða átta borgaranna, ég er að tala milljónir rétt 200.000 á ári. Og ef að tala milljónir rétt, þá spörum við hjá bænum allavega 200.000 krónur á ári og til 800.000. Og af hverju ekki að spara? Eins og ég var að koma inn á, það er viðhaldið sem er aðalhluturinn. Við erum ekki með nákvæmt mat á því hvað svona bílageymsla myndi kosta í dag, en það er allavega svona 200 milljónir. Viðhaldskostnaður, það er svona þumalföttaregla, við erum nú eftir að meta þetta nánar, svona 1,5, minnst ef ekki 2% af brunabótalægðinni. Og ef að tala 200 milljónir rétt, þá erum við að tala svona 3-4 milljónir á ári. Það er meðaltali í viðhald. Og tap bæjarins, eins og ég kom inn á, samkvæmt núgildandi samningi, mynda mínum allir er svona 200.000. Þetta er mjög gróf tala, gæti verið 100, gæti verið 300. Eins og ég sagði áætla að taka upp á milljón, það er mjög nákvæm tala. Þá vil ég spyrja, af hverju ætli bærinn að borga meira fyrir umsjón og öryggiskerfinu heldur en þetta áætlaði tap á stöðumælum? Og ef við getum komið okkur saman töluna 200.000 sem væri hæfilegt framlag bæjarins í umsjón til að greiða eitthvað fyrir umsjón á kerfinu, þá sjáum við að þetta er miklu lægri tala heldur en árlegur viðhaldskostnaður og 34 milljónir. Ef við tökum þetta tap áætlaði tap á stöðumælum eða þeirra er til hendi á 200.000 og ef að 18 + 8, 26% sem ég nefndi á það nýrri, þá værum við að tala að bærinn ætti kannski að borga 30% af rekstri. En eins og formaður bæjarráðs gat áðan, að þá er hann tilbúinn að mæla með því að bærinn tegi sig verulega á móts við ykkar sjónarmið. Og það er þá pólitísk ákvörðun að bærinn muni gera töluvert meira en hann er skyldugur
Steinþór kom inn á, hvort að þetta væri ekki almennt gata, og svarið við því ósköp einfalt, það nei. Þetta bílageymsla og hana, eins og ég búinn að segja nokkuð oft og hefur komið fram hérna áður, hana liggur fyrir ákveðin samningur. Og meira ætla ég ekki að segja sinni. Takk fyrir. Ég vil þakka framkomna tillögur í sambandi við þessa samninga og ætla ekki þannig fleiri orðum þetta fundarboð. Það óþarfi. Ég fyrir mitt leyti get alveg fallist á þessar tillögur sem kom fram í lokin á málfundi og mér finnst hún ganga það langt, þessi tillaga, að hún tekur alveg utan það sem ég ætlaði þessum lið að ganga frá. Við erum reyndar að greiða atkvæði þennan samning með þessari tillögur og ég þakka tillögumönnum kærlega fyrir það og að smíða þetta góða greið tilfellenda og styð hana. Og ég vil auðvitað þakka fyrst og fremst ykkur öllu sem hafa tekið til máls hérna fyrir góð orð og hlý orð í okkar garð hérna stjórnarinnar. Og við vitum þó svo vel að við metum mjög mikið það sem þið segir, bæði það sem þið að hæða okkur og líka það sem þið finnir að okkar störfum. Og ég veit að það einu góða og mér finnst núna, þó svo menn hafa skipt hér á skoðunum og ekki alveg verið á einum máli, þá veit ég það að við erum á réttu braut og það vantar bara þessu mun. Takk fyrir. Þarna kominn fram stuðningur og hóndur stjórnar við þessar tillögur sem eru ferðingar. Þannig að ég svona hugsa að bara að reyna á það með handhagsbreytingu og ekki að telja málinn. Ég fyrir trú að þetta sé kannski þetta líka fyrir. Eru athugasemdir við það? Ef svo er ekki þá ég las tillöguna hérna á hann. Ég held að ég þarf ekki að lesa hann aftur. Og ég vil bara biðja þá sem eru henni samþykkir að segja eftir henni. Þetta er það yfirgnæfandi meirihluti, þeir sem eru á móti, það er ríkir á móti, þannig að hún er samþykkt með öllum breytum aðstöðum. Sem á hana veg, atkvæðagreiðsla með eftirfarandi tillögu stjórnar, fundurinn veitir Hamraborgarráði, stjórnarmannaráðinu umboð til að veita stjórninni heimildir og stofna til minni háttar fjármagnstilbyggingar að því marki sem eðlilega með teljast samkvæmt hlutverki hennar fyrir slíka húsi. Ég skilst að stjórnin hafi ekki formælt umboð til þess að fara með fjárráð og nú er að kalla eftir einhverjum. Ég stakka því til ráðan að þeir skildu rækilega það væri áskilin með minni háttar. Ég er formanni orðstjórnar. Góðir fundarmenn, það sem liggur á baki þessari tillögu er einfaldlega það að geta haldið uppi eðlilegum rekstri til að fyrsta á skrifstofunni og félagsaðstöðunni sem var reisið við vikið. Og það kom fram á fundi í gær hjá Hamraborgarráðinu, þar sé 14 manna nefndinni og stjórninni að endurskoðandunum að það væri ekki óeðlilegt að það væri farið fram á það við bankastjóra Íslandsbanka sem við erum viðskipti við að við hittum í Vindraftarheiðum allt að 400.000 eða 500.000. Þetta er til þess að halda uppi eðlilegum rekstri á skrifstofunni. Þess utan eins og nú hefur komið fram með þessar tillögur sem kom þarna fram ástundum þeim að það eru upplýsingar í bréflegu formi og það þarf að
margan pappír, hann er dýr og ljósritun á honum og prentun og annað eins og eins og það sem við vitum að þá er þetta svigrúm sem við erum að byrja með þessar tillögur. Við erum núna með þetta 14 manna ráð og það er ráðið sjálft sem að gefi stjórninni umboð til þess að fara þessa leið. Þannig að í hverju húsfélagi fyrir sig er fulltrúi valinn og hann á að koma með sjónarmið þess húsfélag sem hann er valinn af inn í ráðið og svo verður tekin lögformleg afstaða og ákvörðun á fundum ráðsins með nákvæmlega sama hætti eins og gert er í öðrum húsfélögum. Þá tekur Hamraborgarráðið afstöðu til þess hvort að stjórnin hafi þar á langt eða fyrir og mikið eða lítið. En það er bara þess að auðvelda störfin fyrir okkur í stjórninni og okkur vantar reyndar þessa afgreiðslu á þessu fundi. Og það er þessar fjárhagslegu skuldbindingar sem við erum að tala en aðrar ekki. Já. Þá var með það, orðið laust. Enginn sem vil sjá sig þennan lið, gjörðsvært. Fundarmenn sem hérna með dagskrártillögur þar sem að lagt er til að töluliðum 3 og 4 í upphaflegri dagskrá verður vísað frá og gengið næst í dagskrá samkvæmt tölulið 5 í upphaflegri dagskrá. Ástæðan er sú að stjórn hvers félags hlýtur að vera falið að stjórnandi og ber ábyrgð á daglegum rekstri þess. Allt er fellur undir eðlilegan rekstrarkostnað, þarf þess vegna ekki að fá sérstaklega heimild fyrir. Undir þetta skrifa Tryggvi Þórðarson og Ólafur Ólafsson. Við getum á öllum líkindum valið þær leiðir, skriflegt eða handhægbreytingu. Ég hugsa nú að við ætlum bara að láta að reyna á það við handhægbreytingu, ég er á sennilega. Og ég var að reyna til á nett. Ég er skýrt tilfang, en þeir sem eru samþykkir þetta tillögu, þeir eru til hendur. Þeir eru bara að halda upp hendur þannig að vísirmenn geta vilja telja hérna í borðmennur. Tillagan hafin. Þá var þannig að lifa heim. Tekin ákvörðun húsfélagsgjald á BF. Tillaga heim, tekin ákvörðun húsfélagsgjald. Það er 3 og 4 að vísa frá, tekin til umhverfinu þess. Leggja fram eins og var gert á síðustu fundi Hamraborgarráðsins
til þess að einhverju sé ætíð að vinna fyrir okkur á að fá eitthvað fyrir það. Þannig að ég geri það á tillögu minni að stjórnin verði launuð að einhverju leyti. Ég hef ekki ákveðna tillögu peningaframlag eða hversu hátt þetta ætti að vera, en það alls ekki hægt að ætlast til þess að nokkur maður sé að vinna fyrir ekki neitt. Þannig að ég vil gjarnan fá einhverjar umræður það og vita hvernig fólki líst á þetta. Þetta þarf kannski ekki vera stór upphæð, en allir verða að fá eitthvað fyrir vinnu sína. Takk fyrir. Fundarstjórnir fundarmenn, þetta er alveg rétt, það er alveg framálegt að vera ólaunar í stjórn. Sjálfur þá sitt ég í húsfélagi hérna út á 32 og ég held að við deilum einu 7 með okkur heilum 13.000 krónum í áslaun. Þannig að það getur séð hver séð að það er nægir fyrir kók og pulsur hvað innan í 10 sinnum. En hérna ég myndi leggja það til að í svona anda annara félaga að þá verði liðnum þóknun stjórnar bætt inn í aðalfundarstörf á næsta ári. En á næsta ári. Þannig að hérna þá verði þáverandi eða sem sagt núverandi kosin stjórn launum fyrir sín störf. Takk fyrir. Ég kemur á þeirra þessi ekki stórmál. Ég er að velta fyrir mér að láta ekki greiða atkvæði með þetta. Beita ofbeldi og að við tökum okkur svona út þetta árið. Við vorum að samþykkja félagsgjöld og við megum ekki vera ómenn fjárð og okkur. Það er ljótt að líka uppi að við erum bundin í fél sem við höfum til ráðstöfunar. En við þykja þetta gott innlegg en það verður tekið upp á næsta fundi. Þá höfum við það undirbúið. Já, ég er að segja það svona að það er hljótt að verða eitthvað svona boðsending til næsta aðfundar. En Þórir Steingrímsson hefur beðið um orðið. Hann er síðan maður á mælendaskránni í kvöld. Góðir fundarmenn, þá líður við lokum þessa fundar. Þetta hefur verið mjög afkastamikill fundur, ánægjulegur og árangursríkur. En ég vil að lokum áður en við skiljum hér í kvöld þakka tveimur stjórnarmeðlimum, þeim Emilíu Baldursdóttur og Gerði Sturlusdóttur fyrir þeirra störf í stjórninni og ætla að byrja hérna ungan pilt að koma hérna með tvo blóðvindi sem ég langar til þess að afhenda þeim hérna á sviðinu. Velkomna í stjórnina og þeir koma til með að fá að heyra í mér von bráðum. Takk fyrir kvöld. Þá er hundið sliðið. 1, 2, 3